Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame? So help me God. Congratulations. Ja, komið sæl. Ég hérna stattur með Haraldi Einarsinni sem 8. þingmaður Suðurkjördæmis og mér langaði svo rosalega til þess að fá svona þingmanns sín á kvikmyndir og svona ef þú getur svona bara sagt mér svona hver þinn áhugi á kvikmyndum og eitthvað svona eitthvað sérstakar kvikmyndir eða svona sjónvarpsþættir sem þú horfir jafnvel á svona þegar þú ert ekki í þingstörfunum. Já, ég hef nú alveg talsverðan áhuga á kvikmyndum og sjónvarpsefni svona almennt, en starfið hefur nú gert það að verkum að maður hefur ekki alveg náð að fylgja eftir þeim áhuga. Svona þegar ég var yngri þá var svona, getið sagt þér að ég hefði mikið gaman af Jim Carrey og hans grínmyndum. Svo kannski eftir að maður eldist að þá fór þetta meira svona upp í spennumyndir. Og það svona, hefur verið svona tvo uppáhalds, Bruce Willis og Edward Norton. Okay. Ég fylgdi svona mest með þeim, eða fannst myndina þeirra einna skemmtilegastar. Já. En Die Hard, já, sem var miklu upp á það er alveg rétt. Það ætli pabbi hef ekki komið upp á það. Die Hard, ég held að það sé einu uppáhaldsmyndunum hans líka. En svo horfði ég, eiginlega mynd sem ég hef hort oftast á líklega Fight Club. Okay. Það var svona, kannski mótaði mig sem ég æsku. Þó ég svona ekki mikil slagsmálahundur en svona baráttuhundur í staðinn. Já. En hvað hver svona, er eitthvað sjónvarpsþættir sem þú ert að fylgjast með eða eitthvað slíkt? Ekki núna í augnablikinu. Ég veit af House of Cards og svo gaman að sjá þá. Það tengi starfinu svona aðeins en svo svona gegnum tíðina að Big Bang Theory og svona klassísku svona vinsælustu sem maður var að fylgjast með. Maður ekki alveg nógu mikið svona inn í þessu til þess að geta svona kafa dýpra sko. Já. En ef við tölum að House of Cards, það nú svona náttúrulega Bandaríkjaþingið. Já. En er eitthvað líkindi þarna? Þú veist, menn að veiða atkvæði og slíkt. Já, svona maður sér svona ákveðin svona samband en samt held ég að maður get ekki alveg heimfært yfir á Ísland þar sem þetta er svona miklu svona stærra batteri og svona jafnvel eða svona virkar aðeins öðru sig. Hérna er þetta kannski meira svona aðeins persónulegra, þú ert svona meiri tengslum við fólkið og fyrirtækin en þarna er þetta svona kannski meira yfirdæmi sko. Eða svona ég svona skynni það þannig. Já, okay. En jú gaman að mér finnst eins og ég sé að upplifa svona öðru sig heima á þinginu sko. Ekki alveg það sem ég er búinn að upplifa núna á mínu fyrsta ári sko. Svona mýkri útgáfu af House of Cards. Já, einmitt. Svolítið grimm. Nákvæmlega sko. What is it you want? Your absolute, unquestioning loyalty. Þegar þú varst yngri var eitthvað að fara í bíó eða hvernig? Það var alveg sér hátíð að fara í bíó sko. Ég gerði það, ég man eftir fyrst að fara í bíó, það var Vesturlandshelgi og þetta var bara Vesturlandshelgar upplifunin mín sko. Okay. Það var kaupstaðarferð og fara í bíó sko. Ég man reyndar ekki alveg á hvað myndi sögum en það var bara í Kringluna í leiðinni og svona það var svona menningarferð út í eitt sko. Núna, og ég verði ekki það, ég var með svona smá fordóma gagnvart 101 og Reykjavík kannski yfir höfuð. En núna er ég búinn að búa hérna niður í miðbæ, mér sé rétt hérna hjá Bíóparadís, alveg í 5 ár eða eitthvað. Og svona fyrir utan sveitina þá myndi ég eiginlega hvergi annars að vilja vera sko. Þannig að litli sveitastrákurinn, hann er að hvíla sig vel hérna sko. Ok, það er flott. Kannski bara svona loka spurningin, er eitthvað svona mynd sem núna eitthvað uppáhaldi eitthvað svona mynd sem þið bara svona fast skara fram úr kannski svona síðustu 2 árum eða? Nú veit ég ekki hvað að segja. Svona efst í minni núna er Vonarstræti. Hún er alltaf mjög góð. Mér fannst hún mjög góð sko. Kannski bæði af því að hún var íslensk og mjög góð og er svona stutt inn í sáuna. Þannig að já, ég myndi segja að hún sé að trompa allt annað þegar mér í augnablikinu. Það líka, hún er bara brilljant. Hún er brilljant. Þegar þá er þetta bara komið. Takk hérlega fyrir þetta. Takk fyrir mig. Takk. Give and take. Welcome to Washington.